Í fjölbýlishúsum mikilvægt að álagsdreifa rafmagninu. Það gert með að láta hleðslustöðvarnar tala sín á milli og gæta þess að ekki sé farið yfir þá hámarksnotkun af rafmagni sem í boði hverju sinni. Með álagsdreifingu þá engin fyrirstaða að eiga rafbíl í fjölbýlishúsi. Ástæðan fyrir því að viljum ekki tengja hleðslustöðvar inn á mæla hverja íbúðar í fjölbýlishúsum vegna þess að þá myndum við fylla bílakjallarann að lögnum og allir þyrftu að fara sína leið. Með hleðslustöðvum þá hægt að tengjast inn á sameiginlegar lagnir og því engin ástæða að tengja inn á mæla íbúðar. Í hleðslustöðvum fyrir fjölbýlishús alltaf mælir í hleðslustöðinni og hann löggildur. Þess vegna ekkert mál að mæla alla notkun og vera með greiðslumiðlun og gjaldtöku beint eftir mælinum í hleðslustöðinni og því engin ástæða að tengja inn á mæli hverja íbúðar fyrir sig. Á hleðslustöðvum í fjölbýlishúsum þá þarf að aðgangsstýra. Það einfaldlega til þess að við vitum hver tók hvaða rafmagn og svo enginn sé kannski að stelast í hleðslustöðina í þínu stæði. Þess vegna mikilvægt að vera með aðgangsstýringar þannig að allir fá sitt og allir greiða fyrir sitt. Ef þú átt ekki stæði í bílageymslu eða jafnvel fjölbýlishúsið þitt ekki með bílastæðahúsi, þá ekkert mál að setja upp hleðslustöðvar á sameignarstæðum og aðgangsstýra þannig að allir fá sitt og þú ferð einfaldlega í næsta lausa tengil og enginn á eitthvað prinsessustæði.